náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Þorsteinn Úlfar Björnsson, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir það. Þannig að gaman að fá þig. Við erum nágrannar. Ég veit. Býr hérna rétt hjá. Komstu labbandi eða? Nei. Og viltist mér að segja. Já, það. Ok. Herru, ég ætla að kynna til leiks. Þú ert skrifað hjá mér, þú ert rithöfundur, útgefandi, kvikmyndagerðarmaður, hampaktivisti, afglæpasinni og síðast en ekki síst humanisti. Og þú rekur á 4 mínar hérna í vor. Þá gefur út bókina Illgresi andskotans. Já, það er svo 7. Já, einmitt. Það var nú reynda dóttin, hún Lilja Sif sem bendi mér á þig og þegar ég fór að skoða það þá var búin að gefa út ansi marga bækur. En þessi hérna, þetta er þess að Illgresi andskotans, þetta er bókin hampinn. Yes. Bókin fjallar hampinn, þá aðalega cannabis sativa. Það er eitthvað indigo hana líka, við förum í þetta eftir. Sem og sögu hampsins í tengslum við notkun mannsins á hampinum síðustu 1000 ára, sem og aðdragandan að áróðus herferð sem svo var til þess að hampurinn var svertur og hann var gerður ólöglegur. Illgresi andskotans. En það hefur nú eitthvað snúist við svona í seinni tíð, viðsvegar heiminn og mikil vakning í gangi. Þú er einnig gefið út, já eins og segir, var þetta ekki 7. bókin? Jú, vímuefni. Vímuefni, en... Já, svo hef ég skrifað líka Villigarðinn, já, það er garðyrkjuhandbók letingjans, vistvæna garðyrkju, hvernig þú getur komið garðvinnunni yfir á smákvikindinni í jörðinni. Ok, áhugavert. Svo var Funga, sem var eiginlega framhald á þeirri bók, vegna þess að það var svo lítið fjallað jarðveginn í Villigarðinum. Þá áttu komin undir jarðveg. Þá er ég komin í jörðina, Funga fjallar það, hlutverk sveppa í lífkerfinu yfir höfuð Þetta er taugakerfið, það ekki? Þetta er taugakerfi jarðarinnar. Og samskipta milli trjáa og bara allra lifandi blóma og allt þetta drasl. Það eru 92% af öllum plöntum sem lifa á jörðinni, þær þrífast ekki án svepprótar. Já, spáðu því. Það eru bara 8% sem þurfi ekki svepprót. Þetta er geðveikis áhugavert. Sveppir, við erum búin að tala svolítið mikið um þá hérna. Heldur veitum maður. Þetta er mjög... En svo hérna, það sem veikur furðu mína, það sem ég vissi ekki, en að þú gefur út bókina Hampur inni úti, ræktuna leiðbeiningar. Þetta er bók sem kemur út 1978. Já, það fyrsta. Já, svo það er algjörlega klárlega, það er ljóst að þú ert töluverður brautryðjandi á þessu sviði hér á landi. Það er ótt að segja það. En það sem til þess að byrja þessu umræðu, við ætlum að tala hampinn hérna í kvöld. Ok. Mér langar að vita, bara fyrsta spurningin er, hver er munurinn á þeirri bók sem þú gefur út 1978 og þeirri bók sem þú ert að gefa út núna í dag? Það er grundvallarmunur. Vegna þess að hampur inni út í ræktunarleiðbeiningar, það eru bara leiðbeiningar það hvernig þú átt að rækta hamp. Já. Og þetta var, ég átti págauka á þessum tíma, svona millistara, nymfígaukar heita þær, það er þessi gráðu með gullu kinnarnar og toppinn. Já, svona dísagaukar. Þetta ekki kallað svona dísapágaukar. Jú. Og hann vildi ekki hampfræins og þau eru eftir í matnum. Þannig að ég prófaði að henda þeim eins og með öll fræ sem ég fæ í hendurnar, prófaði að henda þeim í mold og spruttu upp þessar fínu plöntur, æðislega fallegar, og ég var fljótur að finna það út að þetta voru hampplöntur. Ég vissi ekki eins og hvaða fræ þetta voru. Nei. Þetta er rétt, ég hef prófað þetta sjálfur. Já, þannig að ég bara sett á stað, hugsaði með mig, við vorum nýflutt, ég og fyrir konan mín á Flyðrugranda 4 og byggum þar sem sagt á neðstu hæð og höfðum smá prívat garðskíka og það var ekki búið að ganga frá lóðinni. Og þegar ég búin að lesa mig til þessa jurt, þá segir við sjálf að mig, ég get búið til limgerði í kringum hennan blett okkar úr hampi. Það er allt í lagi þó hann drepist í haust. Já. Því að, ég menna að það verða að setja runnar næsta vor þegar verður gengið frá lóðinni. Svo
óks þetta helviti vel og ég sett bara stærstu plönturnar út í stofuglugga að liðið einhverju 3 eða 4 dagar þá að fíknefnadeildin mæta á staðinn. Já, Þannig að þetta var bara sjálfsvörn en að varstu skrifa þessa bók. meðvitaður að þetta væri satífa þá? Eða? Það er ekki nema bara einn, það er bara til cannabis sativa. Ok, þetta þarfst þú að þá fræða okkur aðeins Já, vegna þess að sko hitt er bara, sko það er búið sannaði með genaransóknum, það er bara ein cannabis. En hvað er það sem kallað er indíka? Það er bara afbrigði af plöntunni, alveg eins og sko, þú ert með afbrigði af öspum, til dæmis þú ert með afbrigði sem heitir keisarinn og þú ert með þú veist hvað þau heita öll þessi aspar afbrigði sem hefur verið að rækta hérna. Ok, en þá langum við að koma hérna, þú veist, sko, getur þú útskýrt fyrir okkur og þeim sem er að hlusta, hver munurinn er þá á svokölluðum iðnaðarhampi sem er löglegur hérna á Íslandi í dag og því sem þú kallar í þinni bók þá sem í rauninni lyfjahampur, það er semst indíka, semst afbrigði cannabis. Já, sko, iðnaðarhampur er það afbrigði af cannabis sativa sem er búið að rækta bara með skipulöðum hætti þannig og hugsanlega einhverju genafekti, ég veit það ekki. Það er allavega búið að rækta úr henni alla framleiðslu eða svona næstum því alla framleiðslu af THC. Ég meina það er mjög einfalt að gera það. Þú bara tekur plöntur sem eru með lág THC og fjölgar kynslóð eftir kynslóð þangað til að þetta er horfið. Tekur alltaf þær plöntur sem hafa minnst af THC og ræktar þær áfram. Þannig að það tekur ekkert mörg ár. Og þá getur þú stjórnað því í rauninni þá niður í þetta svo kallar snefilmagn sem er þá hvað 0,2 eða 0,2%. Já, sem er 0,02. Já, er það 0,02? Nei, það ekki, nei, 0,2. Það er rauninni, sko, það er leyfileg prósentutala í rauninni á lyfjahampi á Íslandi í dag. Til ræktunar. Já. Allt fyrir ofan 0,2% það flokkast sem lyfjaefni. Hvenær byrjar að finna áhrif? Við hvaða prósent? Tóta sagði mér að þú myndir ekki vera skakkur nema að þú þurftir að fara upp í 3% sko. En ég get sagt ykkur það að ég hef borðað sko stóra feita frosna köku af iðnaðarhampi sem ég djúsaði sem að svona djús, þetta var svona te afgangur og ég djúsaði bara 3 mánaða skammt á því hérna og drakk áður við tókum viðtalvegan Björgvin hérna handbolta markvörð og þegar ég var lið á mitt viðtalið þá sveif á mig og ég var bara ræpu friðin sko. Í alvöru af hérna iðnaðarhampi miklu magni mjög mikið magn, mjög koncentrerað og bara stór klumpur djúsaðinir í 1 glas þetta var gríðalegt magn sem ég var að taka inn. Það er eins og sko eins og maðurinn sem að tók, hvað var það 2000 mikrogramma LSD sem ég heyrði sem var átt alveg í sko 3-4 daga og þegar hann var farin að geta sko stöylast og orðin svona nokkurn veginn farin að líkjast sjálfum sér þá rakaði hann af sér allt hárið og fór til Indlands og hefur búið þar síðan sem bútamungur. Vel gert. Það er hljómar alveg ekki illa. Alveg brjálæðislega fyndið saga. En sem sagt, lyfjahampurinn, hann ber heitið indíka, gerir ráð fyrir. Já, það er það sem hann er kallaður. Það er það sem hann er kallaður. En alltaf svona latnest heiti, það er bara cannabis sativa. Já. Ekki rétt. Jú, en lyfjahampurinn, sko, til þægindar auka fyrir bara, já, ég veit ekki fyrir hverja eiginlega, kallaður indíka. Svo er ekki hérna, og nú 56, hvað heit hann? Janus Rudeselski eða eitthvað svoleiðis, Rússi, hann kom með nýtt afbrigði sem að heitir Cannabis ruderalis frá Afganistan. Af því að það voru öðruvísi blöðin heldur en á öðrum plöntum, engar genaransóknir, það var ekki búið að finna það upp þá. Og hérna, þannig að það var alveg upplagt að koma með Cannabis ruderalis og fá nafnið sitt á spjöld sögunar, því þetta snýst líka það. Og svo er einhverjir aðrir sko sem að vilja fá sitt nafn líka og
þeir eru búin að koma með afbrigði sem heitir cannabis kafar, Afganistan eða eitthvað svoleiðis og það er í bókinni, ég man ekki þessi En blöðin eru alltaf, þau eru í slettri eða 8-tölu, hvort var það? þau eru alltaf í 8-tölu. Já, og þau geta verið mismörg, ekki rétt? Já, geta Eftir verið bara 13. hverjunni hvað þau eru stóð. Þau geta verið 13 max. Max, já. Og þá ertu líka farin að tala um kannski 6 metra háa plöntur. Já, 6 metra háa plöntur. Yes. Það er Heitulöndunum. Já, en ég get sagt reitt. Egilsstöðum. Ég náði í fyrir skólan, það sem ég vinn, núna sko fyrir síðasta haust, þá náði ég í plöntur sem voru ræktaðar innan hús, í köldu gróðurhúsi í Hveragerði og þær voru að ná 4 metrum hæðistu plöntar. En það voru blöðin líka orðin svona stór sko. Já. Lenti í svona plöttu einmitt á Garðyrkjuskólanum á Reykjum fyrir mörgum árum síðan. Já. Kom hérna fyrirtæki frá Sviss sem heitir Jacaranda Films. Ok. Hvað voðalega fór þetta kombúka og auðvitað. Já, þetta er svolítið slutt. Og hérna þeir ætla voru að gera mynd nýtingu á orku á Íslandi, sérstaklega með tilliti til jarðhita. Aha. Ok. Ég er bara ráðin sem frílansgaur, ég var að frílans á þessum tíma og ráðin sem frílans kamerumæður, Jón Kjartansson var hljóðmaður. Fara með þeim, við vorum að þvælast Suðurland og Suðurnesin og mynda hveri og mynda þetta og mynda hitt og svo endum við þarna í Garðyrkjuskólanum á Reykjum í Ölfusi. Byrjum á því að sína jarðhitann hvernig hann er notað til þess að rækta banana inn í þessu húsi sem þið kallað sko hitabeltishús. Og svo er fullt hús af tómatplöntum og kallinn sem var mjög furðulegu kall sem var pródusent þarna og hann segir, taktu bara vélina, sett hann á öxlina og lappaði hérna í gegnum tómatbreiðuna eða sérst tómatbeði. Ok, og ég lappa á stað svo allt í henni bara þá var þetta ein handplanta inn í miðju tómatbeðinu. Bara ein? Bara ein. Já. Og ég líg engu það að sko stöngullin neðst hann var svona. Já. Hvað er mikla trefjar í svona stöngi? Það er bara heilt einbýlishús náttúrulega. Og hörd eða sérst kjarni. Já, tréni. Já. En þá langar mig að vita, þetta er fyrir nokkrum árum síðan. Já, það er hérna sko 20 ár síðan. Spurningi var hérna, hvar eru við svo í þessum efnum í dag, hvað var að lögleiðingu og við erum búin að koma inn á það að fyrir 2-3 árum þá var iðnaðarhampurinn leyfður aftur til ræktunar, ekki rétt? Ég er ekki alveg viss lagalega stöðu. Nei, ég held að þetta sé nefnilega svolítið óljóst ennþá vegna þess að Nei, ég er að rugla saman. Það er hérna neysluskammtanefndin sem átt að leggja fram frumvarp í vor. Það er löglegt að rækta iðnaðarhamp. Það er löglegt að rækta iðnaðarhamp og það er löglegt í rauninni að eina sem er leyfiskylt þar er það að þú ert að fá leyfi fyrir innflutning á fræjum. That's it. Já, þú þarft að vera með leyfi fyrir því og það eru einhverjir aðalar hérna á Íslandi með þau leyfi. Já. Og þú er í rauninni mátt rækta hampinn og þú mátt í rauninni innbyrgja allar afurðir. Já. En þú mátt ekki neyta olíunar. Nei, þú mátt ekki neyta ekki leið nema bara sem sko húðvörur ennþá. Nei, þetta er orðin olía, en þegar þú ert með í rauninni blóminn, út með hráhampinn. Já, þá getur þú gert þá getur þú gert það eða kalt te. Já, leið og teið er nefnilega orðið heitt. Leið og setur á sjóðandi vatn, þá virkjar kannabíðuna. Þeir þurfa 90 gráður. Þannig að strangt tekið þá sú neysla ekki lögleg. Nei, ég held að þeir haldi sko að það sé þannig að te er aldrei 100 gráðu heitt. Nei, þannig er því ekki maður. Nei, nefnir. En það er hægt að fara í kringum þetta á mjög einfaldan hátt. Þú setur bara, þegar þú ert að hita vatni í potti, þá setur þú bara hérna böddana, sépítuböddana úti og fyrir að söða henni komin upp, þá ertu búin að virka þetta. Já, þurfa það að vera 100 gráður? Það talað sko... Er ekki talað 80 og pluss?
það talaði um 90 til 110 gráður. Ég veit ekki hvað, það er sitt hvort talan sem nefnd eftir því bara hvaða rannsókn þú lest. Já, ég skil, ok. Já. Allir hafa sína skoðun sem svo eina rétta. En þarna erum við sérst í dag og það við erum í fyrra voru ræktaðir held í 150 hektarar sérst á Íslandi, áætlað. Já, og þar voru samherji með 100 mér sagt. Já, og svo spáði því og það er samherji, það er sérst þá verið að vinna trénið til þess að búa til fiskiker. Það er ákveður svona tilraunastígi. Yes. Það er mjög snjöll hugmynd. Það er geggjað, þú er búin að nota fiskikerin í eitthvað árið eða eitthvað, allt er sullað einhverju fiskisoði og viðbjóði og kurlar þetta drasl niður og dreifur þessu bara út á túnið aftur. Já. Þetta er svo mikil snill. Þetta er mikil snill. Að hálfaður nóg, sko. Og hugsaðar allar bleiurnar sem að væri hægt að endurnýta í staðin fyrir þessar pampersbleiur sem ég allavega mann eftir frá því að mínir krakka voru ungir. Það var ekkert annað en plast. Já, einmitt. Með pínlitlu einhverju svona sem drói sér raka í miðunni. Mér er sagt að hampbleiur séu svolítið mörgu sinnum betri og fyrir utan það. Nota trefjarnar í tróðið og það tekur að miklu meiri raka heldur en nokk tíma bómull og þeir nota hampplast í ytrabyrðið svo hendur þú bara í molduna þér í stykki og þú bara hendur þessi í molduna eða greifur þetta niður í beðihjöður og eftir 3 vikur þá er þetta horfið. Þetta er allt annað maður. En hvar erum við búin að vera? Því núna talar þú lappar hann í ykkur tómatbeði bara á einhverja risaplöntu þá í ykkur massíum lömpum og raki og allt raslið en hvar erum við búin að vera síðustu áratugi í þessum málum hérna á Íslandi og erlendis? Hvergi í rauninni. Hvergi. Þetta hefur bara verið bannað og það hefur bara verið stríð á móti einu blómi. Ég með til dæmis hefur ræktað árlega hef ég ræktað ópíumvalmúi í garðinu mínu vegna þess að mér finnst þetta alveg opbáslega fallegu valmúi. Getur unnið hann eða? Ég get að ég hefði áhuga á því. Ég hefur ræktað líka skal ég segja datúru sem er gaddaepli, Datura stramonium, hún flokkast sem deliriant. Þú brjálast. Þú verður delirious. Það hljómar svo gott. Í stuttan tíma þá eða forever? Nei, það er svona 6 til 8 tíma tripp hef ég heyrt. 6 til 8 tíma brjálaði. Já, brjálaði. Það er mjög mikið, eins og einhver orðaði það, þetta er heimur sem er fullur af vonsku og ílsku og reiði og það er ekki gaman að fara á þennan stað. Nei, ég skil. Þá lendur þú bara í ávituskurðinum. En væri þá tæknilega sér hægt að rækta bara til enga nota þessa ópíum valmúuna en að heima? Já. Ég prófaði einu sinni fyrir mörgum árum, ábyggilega 40 árum, þá var þáverandi tengdamamma mín, hún var alltaf með ópíumvalmú í garðinu hjá sér vegna þess að hann er opbáslega fallegur svona lilla poppýr. Já, lilla blá blómin á honum alveg opbáslega fallegur, stór og blöðin þrýfst hann hérna heima alveg? Já, sem sumablóm í gorðum, ekkert mál og ég náttúrulega fór að grúska ég get unnið ópíum með þessu, svo allt í heyrist í tengdamann við varst þú að rispa í fræbelgina á valmúanum úti? þá var ég búin að fara út með gaffal og gera svona og það lag úr þeim og svo, allt svo safi. Já, safi, hvítur safi og svo þegar hann þornar þá verður hann svona brúnleitur hálfglær eða gegnsær. Ég náttúrulega safnaði þessu saman og þetta var svona svolítið kúla svo tróði ég bara í pípu og setti þetta ofan á og reykti og hafði ekkert út úr í annað heldur en hausverk vegna þess að ópíum bara brann og ég vissi það ekki fyrir mörgum árum setna að það brann bara, það kviknaði bara í því. Ópíumpípur eru þannig að þetta er koparsíló og munnstykkið er efst, ekki neðst eins og á venjulegum reykjapípu, heldur efst. Þannig að það er sett í botninn, svo er þetta hitaður gaslampa og þegar það fer að rjúka úr því, þá draga þeir þann reyk að sér, þeir sem er að neyta. Þetta vissi ég ekki.
svo langar ekki til þess að prófa ópíum. Nei, það er á sama hátt sem þeir nota bara reykheroin líka sko, allt svo Já, þá hita er það upp. Krakk. Já, og krakk líka sko, en alltaf reykheroin sem er náttúrulega sko bara opjóti og þá sem sagt taka þær þann reyk og sjúga hann upp í sig sko, sem kemur við hitun. Yes. Já, neðan frá. Hugsaði mannskepnuna að finna alls konar svona aðferði bara til þess að geta komist í smá vímu í stuttan tíma. Hvað er það sem rekur okkur áfram? Já, en hvað með... Hvað er það sem rekur okkur áfram? Og ég segi ykkur það. Til þess að komast í vímuna? Já, akkur er mannkynnið svona önnumkæði við að komast í vímu? Já, ég get sagt þér akkur ég gerði það, ég veit nú ekki hvaða forsendur þú hefur fyrir því. Sko, jú, ég nota vímuefni, ég nota nikotín í þessu hér, 6 milligram, búin að fara úr 16 niður í 6. Ég sleppti ekki pípunni úr lúkanum á mér bóstælega í hálfa öld, eftir pípu í hálfa öld, píputóbak. Og bara leið og ég gæti farið að veipa, þetta var það sem mér vantaði, vegna þess að... Það var þetta bærilegt. Þetta var jarðskjálfti, fundu hann? Nei. Ég fannst ég eitthvað hljóð. Nei, ég bara fann titringin. Næs. Þeir þurfa að vera stórir til þess að sé hvað var. En sko, hvar var ég? Þú varst að tala um nikotínið. Já, nikotínið. Fer sem sagt úr pípunni niður í 16 milligram og svo er ég komin núna niður í 6. Vonandi geti ég hætti þessu alveg. Sko, það að veipa þá í staðin fyrir að reykja það er munurinn, hvort myndur við vilja að vera frekar inn í húsi sem er fullt af reyk sem er kviknaði í eða í guðubæði ég líka ég veit alright, en sko maður losna við 113 krabbameinsvaldandi efni úr reyknum og það er ekkert lítið. Já, ég skil, ég veit. Já, þú reykir ekki lengur. Ég fæ mér eina pípu af Sundays Fantasy á hverju einasta kvöldi áður en ég fer að sofa og þá fæ ég sama kikkið eins og þegar ég var að byrja að reykja. Þess að sko sæluvímu þess að rennur niður eftir líkamannum og maður finnur alveg hvernig þetta seitla niður í lappirnar. Og af hverju sækist ég svona mikið eftir því? Af hverju sækjumst við sem sko mannskepnur, homo sapiens, af hverju sækjustu eftir að víma okkur? Af hverju sækjast dýr eftir að víma sig? Já, af hverju sækjast þú eftir því? Vegna þess að ég held að þetta sé innbyggð þörf hjá mannskepnunni og yfirleitt bara öllum spendýrum. Sko, náttúran og lífið, það potar þróuninni áfram í opboðslegu rólegheitum. Með því að verðlauna okkur. Það sem að hún verðlaunar fyrir, það er eitthvað sem er ástæða til þess að halda í. Þannig að það er þetta sem að mannskepnan er að gera. Hún er að leita sér að vellíðan til þess að koma þróunin áfram. Þetta er innbyggt í okkur eins og þörfin sem þú sér hjá litlum börnum að dansa og syngja. Þetta er eitthvað sem við ætlum að gera heilan þáttum. Þessi umræða, nákvæmlega þessi. Já, sko það er mjög athyglisverð saga í bókinans Jóhanns Hari, Chasing the Scream, mongúsana í garðinum á Hawaii. Það óbyð? Er það óbyð, bókin hérna? Já, Chasing the Scream, já. Að hundelta óbyð. Já, hundelta óbyð, ok. Sko, það er verið að rannsaka þessa mongúsa af manni sem heitir Richard eitthvað. Ég vil að vera svona gammal og minnislaus. Það er byrjað að reykja aftur. Nei. Og það kemur stormur, svona hitabeltistormur, hvirfilbylur eða eitthvað, djúplægð allavega. Og það brotnar grein af tré og það dettur ofan á hausinn á kellingunni og hún deyr. Og hvað gerir makinn sem eftir situr þegar hann gerir sig grein fyrir því að maki hans er dauður? Hann rýkur beint í plöntu sem var í einu horni á girðingunni og vímar sig í tætlu vegna þess að hann vissi að þar gat hann
sko, þar þyrfti hann ekki að takast á við þetta sálræna áfall og sársauka. En er eitthvað að því? Að takast á við sálrænt stundum áfall er þetta og bara sársauka? of mikið, þú getur ekki díla við þetta strax. Já. Þannig að þú þarft að fresta því. Já. En heldur að manninum sé hérna mögulegt að lifa lífi þar sem hann í rauninni ekki víma sig? Getur bara verið með þessum sálræna sársauka? Ég bara get ekki svarað þér. Ég efast það. Já. Því að ég myndi nú kannski, veist, ég fer í gang á mótnana með sko, kaffibolla með koffín. Já, ég er að skrifa koffín akkurat núna. Og svo finn ég að sko, ef ég tek of mikið koffín yfir daginn, þá fer ég upplifa svona aukaverkanir. Það getur verið allt mögulegt, getur verið sviti eða taugaveiklun eða whatever sko. En þessi bolli á mótnana, hann er mér sko, ég segi við sjálfa mig að hann sé mér lífsnauðsynlegur. Hann er þér lífsnauðsynlegur til þess að komast aftur á sama level og þú varst í gær. Já, en ég veit hann það samt ekki, því ég get náttúrulega alveg bara cold turkey að þetta koffín sko, og ég kom inn í gott lag eftir viku sko. Nei, það var lengri tíma. Já, ok, helmingunar tími koffíns eru 8 klukktímar, ég veit. Nei, 12. Það eru 12 tímar, ok. Þannig að bolli sem þú drekkur á hádegi, þú ert... og hann inniheldur 70 milligram af koffíni, 35 milligram er ennþá á flegi ferð í kerfinu hjá þér. Þetta er í rauninni aldrei farið, basically. Nei. Í rauninni er ég aldrei laus við koffíni miðað við það. Er þetta ekki hræðilegt að innbyrða þetta koffín, bara upp á svefnmynstri og allt? Þetta er einhver sko lúmskasta og erfiðasta fíkn sem að mannkynni stendur frammi fyrir utan þjóðfélagsmiðla. Já, ég hef hvað börnum líka, sérstaklega börnum og úlingum. Hugsaðu þér, sko, koffíni gefur börnum og viltu ekki kók? Viltu súkkulaði? Já. 90% mannkyns nota koffín á hverjum einasta degi. Þú getur keypt sko orkudrykkjadós, sko, ég sá einnum daginn, sko, hafa bara 200-300 milligram af koffín. Já, ég veit það. Í einni dós. Einni dós, ég veit það. Það er svo vakant. Ég tek eftir því þegar ég fyrir niður í Hagkaup hérna, niður í Skeifu. Það er náttúrulega alveg, sko, heilur rekkarnir, ótrúlegur, sko, það er rekki eftir rekka af orkudrykkjum og það eru yfirleitt alltaf einhverju úlingar fyrir framann að velja sér orkudrykki. Já, þetta er markasett svoleiðis, eins og munntóbaki. Já. En herru, ég ætla að draga okkur tilbaka aftur í kannabis. Og það er hérna, næsta spurning, hvers vegna hefur kannabis haft svona vont orð á sér og hvernig og af hverju var kannabis og hampurinn gerðir að þessari stór hættulegu jurt sem allir þurfti að varast. Þegar að iðnaðurinn var svona mikil, sko. Þú skrifar þetta í bókinni. Já, ég veit það, sko. 1906, þá er byrjað að anskotast í hampinum. Og hverjir eru það sem að standa þar í framlínunni? Það eru trúar ofstækismenn og bindindispostular. Engir aðrir. Og akkurju, jú, helvítis Mexikanarnir sem er að tína bómullina í Suðuríkjónum, þeir vilja ekki víma sem er áfengi, þeir eru að nota kannabis. Já, voru þeir ekki bara slagir? Auðvitað voru þeir slagir. Þeir hafði engan á að víma sig á áfengi sem að þeir hafði heldur kortið engin efna á að kaupa. Þetta óks vilt. Hafði þetta líka eitthvað að gera, minnir ég að við lesið það hérna í bókinni þinni, að það eitthvað að gera með rauninni að þeir óttuðust að missa konurna sínar yfir í Mexikanina? Já, það var það sem að Anslinger, þegar hann kom til söguna, þá var þetta söngurinn, sjáðu. Þeir gera konurnar okkar að dræsum. Eiturlyfja þrælum og svo misnotaðir þær. Það var aðal röksemdin. Og hver vill það að sko ómenntaður Suðuríkja maður einhvers staðar að konan sé að gefa einhverjum öðrum. En það hefur semst ekki verið, þeir hafa ekki gert ráð fyrir því á þeim tíma að kona geti þá bara yfir höfuð tekið sjálfstæða ákvörðun? Nei. Það var nei. Ok. En þetta hefst hann, þú segir hann 1906 og hvað fer svo í gang? Þeir hafðu fordæmið frá því að nákvæmlega sama var notað gegn kínverjónum eða ópíum þegar kínverjarnir voru að leggja járnbrautirnar. Þeir vildu frekar nota sinn menningabundna vímugjafa, ópíum heldur en nokkuð tíman áfengi. Og búin að gera það í 1000 ára. Já, og tælendingar og fleiri, sko. Það sem þetta er. Og ég þekki mann
sem að á kunningja sem er frá Íran eða Írak og býr í Kanada og hann og félagar hans, samlandar hans sem búa í landinu, þeir hittast einu svona ári, eina helgi og reykja ópíum, bara til þess að viðhalda þessum menningarhefðum. Já, bara eins og þorrablót. Já, maður myndi ekki sjá neitt mun af því en að bara hittast eitthvað staðar og drekka sig hauslausan. Nei. Alkohóli. Rammað í menningu. Já. Akkur er alkohól svona stór partur af menningunni? Af því að kirkjan vildi það. Okay. Þetta er blóð Krists. Og þetta er orðið sko viðurkennt sem aðal meðal kirkjunar í sko fær messuvín og þetta. Áður heldur en að eimingin er fundin upp sem er ekki fyrir ná 15. öld. Ættu við frekar að fá okkur bara í haus? Ég hugsa að væri ekki jafn margar líkansárásir niður í miðbæ helgar ef að fólk væri frekar að fá sér í haus heldur en að drekka áfengi. En á einhvern tímapunkti hlýtur iðnaðar að koma inn, þetta, við erum náttúrulega, þú lýsir hérna þessari plöntu áðan sko, og ég hef tekið þessar plöntur sjálfur í sundur, þannig ég veit hvað er mikið tréni sko, inn undir húðinni sem er þá í rauninni trefjarnar sem þú strípar af. Og ég vil taka það fram að þessar trefjar, þær eru svo sterkar að þú tekur svona gaur í hendunar og þú slítur þetta ekki. Ekki sens? Það er bara ekki hægt, það er ekki sens. Og hérna, svo inni er kurlið og þegar þú þurrkar það áttu með alveg gríðalegt magn af efni. Sem hefur mjög svona skemmtilega eiginleika. Það drekkur í sig hita og þegar það fer niður fyrir einhverja ákveðin hitastig þar sem það er í umhverfinu, þá losar það hitan sem maður er búið að innbyrða eða stóra í sér sem maður sletti og aftur út í umhverfið. Þannig að hús sem eru byggð úr svona hemp ótrúlegt einangrunargildi. Já, ótrúlegt einangrunargildi og myglar ekki. Það lifir engin sveppur í þessu sem eru nú ekki vandfísi svona öllu jöfnu. En við erum með hérna eitthvað algjört undra efni. Við erum að tala um að hampurinn hérna ógnar sko, plastframleiðslu, steipuframleiðslu, gúmíi og það hefur verið kallað pappísiðnaður og við erum að tala um textílinn og við getum haldið bara, það er rauninni bara allt hérna inni gæti ég basically búið til úr hamp sko. Ég horfði á skápinn hérna, þú getur búið til hamp bara, það hefur verið að búið til hamp plötur, bara smíða við og það er óendanlegi möguleikar. Þannig á hvaða tímapunkti kemur rauninni þessi kapitalíski iðnaður inn? 36. Árið 1936. Og hvað gerist þá? Það sem gerist er það að sko það eru menn í Bandaríkjunum sem að heita William Rudolph Hearst og Andrew Mellon og þessir menn áttu báðir mikla skóga í Kanada, landsvæði með miklu skógum sem var notað til pappírsgerðar og Hearst var með alveg rosalega mikið af dagblöðum. Þannig að þeir þurftu sem að sjálfur gaf út. Þeir vildu ekki sko fá neina samkeppni frá hampinum. DuPont er að finna upp nælónið á svipuðum tíma og sem hann vildi fá einkaleyfi á. Hann vildi enga samkeppni frá hampinum. Henry Ford smíðar hampbílinn sinn sem að reyndar var nú ekki 100% úr hampi en hampur var notaður víða þar sem að sko hægt var að koma. Grindin var úr við og áklæði og yfirbygging og meiri segja burðagrindin var úr hamptrefjum. En ég meina hann smíðaði hampbíl, vildi hann ekki hampinn? Jú, Henry Ford vildi hampinn. Hann vildi hampinn. Og hann sýnir bílinn og það er hægt að finna myndskeið á YouTube þar sem er verið að lemja bílinn með sleggju og dældast og svo bara réttir hann sig aftur. Já, ok. Og einhvers staðar þar sem ég las þetta, þar var það fullyrt í þeirri grein að þeir prófuðu að höggva í bíl, bretti á bíl með exi og það gekk í gegn alveg reynd eins og bara heitur hnífur í gegnum smjör. Ekki á handbílum. Nei. Það var ekki hægt. Það er búið árakstarpröfa og allt það. Það var svolítið langt síðan. Ég veit ekki. Sko, en hvernig er þetta að snúa þessu við? Ég meina þurfa þá ekki þessi aðilar, þessi stórfyrirtæki þurfa þau ekki þá að fara að sjá hag sinn í því
að rækta hann. Stórfyrirtæki sjá ekki hagsinn í neinu nema sína svartar tölur í staði fyrir rauðar í bókhaldinu. Já, en ekki að snúa þessu einmitt yfir í réttar tölur í bókhaldi. Sko, við getum ekki að hafa pappírseiðnaður sem dæmi. Hann allur gíraður inn á að búa til pappír úr trjám. Já. Og ef það á að vera vandað pappír þá nota birki og júkalyptus. Ef það er bara svona ruslpappír þá er hægt að nota hvað sem er. Þeir vilja ekki samkeppni frá hampinum. Nei. Og allt er gírað inn á þessar, sko, eins og iðnaðurinn er í dag. Og það kostar bara helviti mikið pening að snúa þessu öllu við og henda öllum vélum sem þeir eru með í dag til að svissa yfir í hamp. Og þá fara að sjást kannski rauða tölur á einhverjum póstum í bókhaldinu og það er ekki stemming fyrir því. Nei. Þetta snýst bara um peninga, ekkert annað. Já. En hefur þú trú á því að þessi hlutir muni breytast? Já. Samræmast? Já. Ég er ekki van með það. Það er byrjað og leið og Bandaríkin, fyrirgefðu, ég er alltaf að reka mig í þetta, leið og Bandaríkin eru búin að sko gefa þetta frjálst og koma að fara að beita sér á alþjóðavettvangi eins og þeir gerðu þegar bannið var sett. Einmitt. Þá... Já. Því þar hefst þetta allt saman. Þar hefst þetta, þegar anslinga byrjar. Og þetta næri til Evrópu? Já. Evrópu, það næri yfir allan heiminn. Anslingar fór, sko, hann er ráðinn sem einhver vímuvarna fulltrúi eða eitthvað hjá ameríska hernum. Og hann fer allstar þar sem eru herstöðar og Bandaríkjamenn hafa herstöðar víða. Greinilega mjög klár maður. Þetta er ekki smá aðgerð, sko. Hann var assól. Hreinræktaði drullusokkur. Og mér finnst það verst að Henry Williams, ekki, skildi ekki hafa döngun í sig til að taka hlaðna byssuna upp úr jakkavasanum og skjóta helvítis fíflu. Af hverju var hann það mikið assól? Sko, þegar Volstead-lögin eru sett í Bandaríkjunum, þá er sett undanþága fyrir lækna til að mega ávísa áfram ópíóðum til fíkla, sem eru skilgreindi fíklar. Og það var gerð könnun á þessu á sínum tíma og það voru aðeins 6% sem voru fátækir af þessum ópíóðafíklum. Meiri hlutin var annarkvort ríkur eða millistétt. Og þetta var ekkert mál fyrir þetta fólk að nota þessi lyf, annað heldur en það að þeir hafa náttúrulega allir verið með konstant harðlífi vegna þess að það er það sem ópíóða að gera. Þess vegna tek ég ekki ópíóða og hef ekki áhuga á þeim. Ég er í nógu vandræðum eins og er. Já, veldur þetta bara krónísku harðlífi? Já. Líka bara allir ópíóðar? Allir ópíóðar, þeir valda harðlífi. Kókaín lækna það, en ok, það er hann þess að. Og þannig að læknar héldu áfram að ávísa bara á sína sjúklinga. Þeir koma við hjá lækninum, fara í lyfjabúðina, fá sitt lyf á kostnaðarverði eða svo til, fara heim, taka sitt lyf, samkvæmt leiðbeiningum, mæta svo í vinnuna og þetta er ekkert mál. Og þú ert að tala um ópíóða hana? Ég er að tala um ópíóða. Á einni nóttu þá snýst þetta allt við. Og Henry Smith Williams hétan. Og hann sagði það að það er alveg útilokað að menn hafi ekki gert sér grein fyrir hvað myndi gerast vegna þess að á einni nóttu þá er vímuefna iðnaðurinn í Bandaríkjunum, hann er afhentur mafíunni bókstaflega sem að hækka verðið á ópíóðum 1000%. Bara rétt sér svona. Og þannig eru þeir orðnir glæpamenn að versla við glæpamenn. Og Anslinger fer á eftir öllum læknum og ákærir alla lækna í Ameríku fyrir að vera ávísa eiturlyfjum. 90.000 læknar bara, þeir eru allir glæpunar, ég ætla að refsa ykkur. Á sama tíma er Anslinger á útvega vini sínum sem heitir Joseph McCarthy heroin í gegnum lyfsala í New York. Tískinungurinn og hræstnir. En ég meina, er þetta ekki eins konar þarna, ég meina, þetta hljómar eins og glæpastarfsemi? Þetta er glæpastarfsemi. Alveg bara svona mjög háu plani.
Ég man ekki í hvaða bók það er. Ég fann, Svona alþjóða aðgerð, sko. já, sko, Anslinger fór allt. Þeir hugsa Og alveg bara hnattrænt, sko. Já, hann barði og hótaði og mútaði þjóðun til hlýðni. Og í nafni hvers, hver ræðu mannin? Bandaríkja stjórn, Já, og hver stjórnar henni? I don't know, Það hlýtur- Peningamenn. Peningaiðnaðurinn. já. Mhm. Allavega, sko, þegar hann kemur til Thailands og hérna, Thailendingur maldar í móðun og segir þetta er bara hluti af menningunni hjá okkur og þetta hefur aldrei verið vandamál í Thailandi. Nei. Don't confuse me with the facts. I've decided how it's gonna be, Já, segir sagði hann. Anslinger. Orðrétt. Honum var það ekkit hvað öðrum fannst eða Nei. hvað væri rétt og satt og siðilegt að gera. Þetta er það sem að Bandaríkjamenn og ég vil gera. Og hann var bara í herferð. Hann nær þessi gegn. Hann Hann nær þessi gegn. nær þessi gegn allstaðar helvítsfíblið. En þetta er nú eitthvað, það er nú eitthvað hreyfingar í gangi. Ég hugsa að ég geti farið og það er nýbúið að opna hérna hampverslun, altså verslun með hampvörur og svo veit ég að gott CBD er að fara að opna hérna búðir með svona home lifestyle hampdrasli líka. Gekkjað maður. Og veist, þannig að það er iðnaður á baku þetta, en já. við erum náttúrulega að tala um svona kannski frekar svona sérvörur og dýrar vörur sem eru dýrar í framleiðslu. Þú getur keypt klóspapir á hampi, þú getur keypt pappír, og tala um pappír á, þú getur alveg keypt pappír í prentariðin einhvers staðar í hampi. Já, Þú getur keypt allt sem þú vilt, þú getur keypt hampbleiur og hamptambusta og hamp þetta og hamp hitt. já. Þú getur keypt allt ef þú ert með peninganum, sko. Já. Þannig að Þetta er að byrja núna. þetta er að byrja, þetta er einhver Já, hreyfing og ég meina þið munum nú bara eftir það er nú ekki svo langt síðan að maður var bara í vesinni ef maður ætlaði að kaupa þessi veganmat. Þú ert út allt. Það var bara nummer 1 viðbjóðslega dýrt og þú fjast þetta hvergi. Nú er þetta bara algjörlega Allstaðar, út allt og bara algjörlega samkeppnishæft. Ódýrar ef kjött með þetta ef eitthvað er, sko. Sko, þú lappar inn í Hagkaup og á leiðinni inn í matvæladeildina, Já. lappar í styrtvörudeildina og það er CBD-rekkar alveg, þú veist. Já, það er þannig. Þannig að þessi hluti hljóta að vera að breytast. En mér Já, langar að já. fara hérna aðeins í, sko, þetta er rauninni tventina sem við höfum eftir að covera hérna í þessu. Það er allt svo bara kannabíóðar, bara hvað eru þeir? Og svo langar mig í þarna, framhaldu því, fara inn í ECS-kerfið. En ef ég lesi hérna bara aðeins hérna, sko, CBD og THC, það er það sem fólk spyr í stórum stíl. Það er þessi 2 kannabíóðar. Já. Af hverju eru það þessi 2 kannabíóðar sem fólk veit mest um? Því að núna vitum við að þeir eru um 130. Það verið mest í umræðinni. Já, Þetta er það sem selur blöð og miðla. já, en hvað með hína kannabíóðana, sem CBG og við vorum eitthvað að kynna það hérna daginn Já, og hína, 127. Hvað eru þeir að gera fyrir okkur? Það er verið að rannsaka það. Það er verið að rannsaka það, en er búið semst að rannsaka CBD og THC? Það er, nei, Mest, það er ekkert búið. Nei, en ég segi, það er já, búið já, að rannsaka það á búið. mest. Já, Það er að sér að segja. já. Okay. Sko, Og við vitum mest um þá. Það var hérna, var hann ekki Rúmeni, þessi sem að uppgötaði THC-sammyndinu og lýst henni 64 og starfaði í Ísrael. Jú, ég held að. En, Og sko, ég meina, það er ekkert langt síðan 64, sjáðu. nei, þá sér hann sammyndin alltaf THC, en svo að kerfið, sko, SES-kerfið uppgötaði í kringum það 1990. var í fyrra sem að þriðji og nýjasti endokannabínóða Móttakarinn þá. viðtakarinn Já, finnst. þriðji. Já. Og þeir vita ekkert En fram að því voru þið bara, vissuðu af tveimur. Vitaðum 2. Ok, en þið veit ekki hvort Tiltölulega að... nýfundnir báðið 2. Okay. Og þegar vísindamenn fundu sko, þetta kerfi, eða uppgötuðu þetta kerfi, Já, og SES, það stendur fyrir... endocannabinoid system, Og hvað er þetta? þetta er bara endokannabinóða kerfi líkamans, Inn í líkamannum okkar. inn í líkamanum, með sér viðtaka Mhm. fyrir endokannabinóða, Og ekkit annað. nei, ekkert annað. En hvað gerist þá ef við erum ekki að taka inn þessa... Kannabíóða. Inn hampinn? Já, hvað gerist? Akkur eru geðsjúkdómar orðnir svona algengir og alls konar raskanir eftir að hérna, CBD hefur vantað inn í fæðukeðina í heila öld. Þetta vissum að sjóta því. Ég spyr, Já. ég veit það ekki, mér finnst þetta mjög athyglisverð tilgáta vegna þess að sko, hérna áður fyrir þá voru húsdýr, þau
Þau áttu hampinn. þau eru alin á þessu, Já. þar fór þetta inn í kjötið og mjólkina og eggin, hænurnar áttu sko hampfræðir og aldar hampfræðir, sem er náttúrulega bara ofurfæða. Ofurfæða og við það fara þessar sameindir allt og þú étur eggin, þú drekkur mjólkina og étur kjötið og þar með ertu komið með þessar sameind inn í líkamann hjá þér og hvað gera þær þar? Það er verið að rannsaka. Já, en svona í stuttumáli þá er SES-kerfið, það er uppgötvað fyrir aðeins 30 árum síðan. Já. Og þetta er kerfi inn í líkamannum sem að í rauninni, sko, þegar það fær það efni sem því er ætlað að fá, þá styður það við taugakerfið. Já. Ekki rétt. Jú. Og það hefur taugamótandi áhrif virðist vera. Já, einmitt. Ég var að lesa það bara núna, bara nýlega að sem sagt, ég held bara í síðustu viku, að sko það virðist vera að endokannabinóíðar að þeir séu sko mótandi á taugakerfið. Já. Hvað hefur það haft að segja á að við vantað inn í fæðukeðuna í allan þennan tíma? Já, það gæti verið mjög mikið. Það gæti verið mjög mikið. Þetta er eins og með sko, það er efni, hliðstætt sko, efni sem að við erum með sér móttakara fyrir efni sem er framleitt í líkamannum yfir daginn sem heitir eitthvað og þegar að það er komið sem sagt nóg af því þá fer þú að sofa kallið minn en koffín sameindin hún passar akkurat á þessa ákveðnu viðtaka sem taka á móti þessu efni og þess vegna getur ekki sofnað. Já, áhugavert. Yes, það blokkerar. Já, einmitt. Já. En sko varðandi THC, þá þessi THC er sem sagt kannabinoidin sem er sem sagt vímugjafi plöntunar. Já. Þetta er eini kannabinoidin að þessum 130. Þegar ég segi 130, er þetta 130 þekktir eða eru þeir ekki fleiri? Þekktir, flott. Það er alltaf eitthvað hægt að uppgötva nýtt. Því þá, sko, THC er að svo stöddu, við vitum ekki betur, en THC er eini kannabinoidin sem er rauninni actually að veita vímu. Þá ætla ég að spyrja, bursið frá því hvort að út frá vímu þættinum og maðurinn eigi að þurfi og vilji komast í vímu og allt þetta sem við vorum að tala um áðan, er THC vímugjafinn, eða kannabinoidin, er hann óhollur fyrir okkur í snefilmagni eða í það litlu magni að hann veldi ekki vímu. Hann er ekki óhollur punktur. Þeir eru búin að reyna að drepa hunda, þeir eru búin að reyna að drepa fólk með því að gefa þeim hreint THC. Já, en hvað gerir THC fyrir okkur? Lætur okkur líða vel. Já, en bursið frá því að þú getur tekið inn snefilmagn af THC í litlu magni og þú ert kannski ekki að upplifa eitthvað vímu ástandi, allavega ekki sterkt vímu ástand. En hvað er hann að gera fyrir kerfið? Er hann að hafa róandi áhrif á okkur? Sjálfsagt hefur hann róandi áhrif, einhver áhrif hefur hann, ef hann virkar þannig. En þetta er allt saman sko í rannsóknum og óstaðfest sjáðu. Já, einmitt. En þetta er brjálæslega áhugavert, því ég veit hvað CBD er búið að gera fyrir mig í síðustu 4 ár, sko. Og bókstaflega búið að breyta lífi mínu. Já. Og eins á svo margan hátt, gerði fyrir mig. Eins og? Psilocybin gerði fyrir mig á sínu tíma. Já. Ég fór í svona psilocybin meðferð, búin að vera þunglindur, að drepast á þunglindi í 30 árum. Já. Og sko, oftar en 2 ár og oftar en 3 bara verið staðið á brúninni með að drepa mig. Ég fyrir eina meðferð, alvöru meðferð sko, það er undirbúningur með sálfræðingi, svo er meðferð með meðferðaraðila sem situr yfir mér allan tíman og svo er eftirvinnsla á eftir. Svo líða einhverjar og ég var bara, wow, þetta var mögnuð reynsla og bla bla bla. Svo líða einhverjar 3 vikur og ég er út í bílskúr eitthvað að gera, hvort ég var að tróða mér í píp eða eitthvað. Þegar ég finn þessa gamalkunnu tilfinningu, svona eins og dofa tilfinningu hérna í herðunum og leiðir hérna aftan á handleggjunum. Svo óþægileg. Óhugnanleg, ekki óþægileg, ekki þægileg, en óhugnanleg vegna þess að ég vissi hvað hún táknaði og ég vissi að, fuck,
er ég að fá þunglyndistkast núna. Já. Svo liðið einhverjar 4-5 sekúndur. Nei, ég er ekkert að fá þunglyndistkast, þetta er bara rugl og hélt áfram. Já, þú fannst Hef það ekki fundið fyrir þunglyndi síðan. Hvað er þetta langt Já. síðan? Hvenær fórstu þessa meðferð? Það er 3 ár síðan. En hvað heldur það, hvað er það sem að sveppurinn þá þarna er að gera fyrir þig? Er hann að búa til nýja brautir? Hann tengir, sko, Bara hann er að endurræsing. tengja heilabrautir, hann er að endur tengja heilabrautir sem þú hefur ekki notað síðan í sko frumbenn, sko. Já, hann að þegar þú Rétt á finnur, meðan þú ert á trippinu. hann að þegar þú finnur fyrir hann að það er einhver einkenni og eitthvað að fara í gang, eitthvað sem Já. var áður vísir að vísu þunglindi, Já, þarna eru komna bara einhverja nýja tengingar, einhverja nýja brautir sem þú getur hoppa strax inn á og þú veist það að þú ert ekki að fara því tengingarnar eru til staðar. Er þetta ekki rétt skilja mér? jú. Þetta er mjög áhugavert. Já. Þess vegna eins og, sko, ég hef heyrt frá fleirum en einum sálfræðing segja, það er svo erfitt að sitja fyrir framan skjólstæðing Já. í stólum sem að ég veit ég gæti læknað með einni sílosíbjörn meðferð, en ég má það ekki. Ég má ekki einu sinni minnast á það við það. Nei. En hann má minnast á CBD. Já. En Ég það reikna eru, með því. en ég held reyndar að það séu kannski ekki svo Þetta er ekki- já. langt í það að Það er alveg að bresta á, sko. það er alveg að bresta á. En það þarf svona Það er, rebels líka, sko. en til við þess að- tölum saman eftir þegar við erum búin að slökka þessari vél með það. Það eru nýjustu upplýsingar. Ég ætla ekki að láta hanga með hann einu. Nei. Herðu, já, ok. Já, en sko, og þá er þetta, sko, hvað er CBD að breyta fyrir okkur, sko, við streitu fullt samfélag, við fjökuðu alls konar sjúkdóm og því tengt, og þá er ég að hugsa sko, þú veist, ég er að horfa upp á, sko, geðgreiningarinn á hjúkrunarheimilum eins og ég minnst áður á, ég er að horfa upp á svona alls konar meðferði við svona geðkvillum og þunglindi og bólgum og streitu og rugli. Hvað er CBD að gera fyrir okkur? Því nú má benda á það. Það virðist hafa mjög góð áhrif á mígreni til dæmis, bólgueyðandi, sársakadeyfandi, hjálpar til bæði í fæðingum og eftirfæðingar, í sambandi við samdrátt. En er ekki mikið af öllum þessum sjúkdómum og kvillum, bara eins og ég heyrðum daginn, bara með gikt? Gikt er í rauninni bólgusjúkdómur. Já, þetta virkar vel við gikt og rótin ekki síst af hampinum. Já. Það er efni í rótinni sem heitir, hvað heitir það? Það heitir frídelín eða eitthvað svoleiðis. Já. Það virkar mjög vel á bólgur og sko þessar CBD-plöntur sem ég er með í potti heima, ég ætla að heyra ræturnar af þeim í haust þegar það farið í safnkassan og ég ætla að sjóða þær í vatni og ég ætla að drekka þær. Vita hvort að kona mín sem er með fær oft í liðina búið til krem og vita hvort að gagnast henni. Því ræturnar eru oft skildar eftir, sko, sem næring. Já. Og það er rétt fyrst núna sem er byrjað að rannsaka þær í einhverju viti. Ég talaði með þess að Pálma Einars hérna í Berufirði daginn og hann talaði sko, hann ekki bara hefur verið að skilja ræturnar eftir, hann er þess vegna líka bara verið að skilja stilkan eftir, sko. Já, ég veit það. Á einhverjum svæðum allavega og svo hefur hann bara leyft í að grotna og svo er þetta bara tætt hún í jörðina að vori, sko. Sem er rauninni ekkit að því að gera það, þú veist, þótt að sé ekki hvert skipti en svona allavega öðru hvoru. Einmitt. Jáhá. Þetta er mjög fræðandi. Hvað fann maður svona bók? Þetta er geggjuð skrudda. Búsna bíflón. Þetta er virkilega flott bók. Ég var alveg bara, því ég sá hann var að fara að koma á markað, ég er náttúrulega svo mikill þráhyggjubolti. Ég fór bara í þráhyggju, sko. Ég beið eftir henni, sko. Já, mér langar í svona bók. Já, ég skal redda þér svona bók þegar ég kem næst kom með svona. Já, yndislegt. Þetta er úr fyrstu prenturinni og hún er aðeins gölluð, það er á 2 stöðum. Ég er ekki búin að finna það. Ok. Þá erum bara verðmætari. Ég er að segja það, þú verður bara verðmætari eitthvað. En ok, við erum sérst búin að fara henn út í kannabíóðina, svona einhverju leiti. Og svo eru terpenar og flavóníðar og allar kannabíóið sýrur og svona drast. Já. Og þetta er allt saman bara mjög flókið og marglaga og margskipt og það er bara, það er verið að rannsaka þetta ennþá. Algjörlega, og það kom rannsókn bara svona þessu tengt. Það kom rannsókn sem var gefin út af Forbes
.com, ég las þessa rannsókn sko, og það var verið að tala um að einhver ákveðin sko, kannabis sýra eða kannabinoid sýra sem ég þekki engi deila á sko, einhver ákveðin sýra sem að einhverjum ákveðinum oljum hún átti að hylja sko, einhvern veginn gaddaprótín eða einhvern hátt sem að það COVID sko, að það náði semst ekki að smita sko. Já, ég skrifaði hana hérna í og sú tegund af olíu sem að inniheldur þess að ákveðinu tegund af kannabinoid sýru sem sagt í leku olíunni þarna 20% olíunni, þessari sterku þessari bleiku, ekki þessari bláu heldur í hinni sko. Og hann þegar ég fekk COVID hérna sem sagt í hérna vetur þá drakk ég heila svona flösku á bara 2 dögum, lá bara í einhverju CBD móki bara og ég óbólusettur bara læknaðist á 2 dögum meðan að bólusett konan mín lá hérna bara fyrir dauðanum við liðina mér sko ég veit en það alls konar Já, sko, enda segi ég það í bókinni, það skildi þó ekki vera að lækningi með COVID hafi verið fyrir framan nefið á okkur allan tíman bara ekki mátt nota hana af því að þetta heitir hampur. Já, einmitt. Þá læknar þetta bara apabóluna eitthvað svo í staðinn. Það verður nú gaman að vita hvort þetta virkar á hana. Eða bara bera það á bólunar aðeins. Já. Sjá hvort það Heyrðu, ok, mér langar, við erum búin að fara hérna aðeins í kerfið og kannabinoidana og þetta er allt alveg frábært. En þá langar mig að fara hérna svona aðeins í lokin. Sko, hvað hefur hampurinn upp á að bjóða fyrir okkur Íslendinga? Þá fjárhagslega, umhverfislega, hvað var að vitundar sjálfbærni, við erum auðvitað búin að fara í það. Við erum að tala um landbúnað, kolefnisbinding, byggingarefni. Hvað hefur hampurinn upp á að bjóða? Altså sem hráefni, burt sér frá blómum og blöðum og rótum, stilkur, tréni, trefjar. Það er bara hugmyndaflögi sem ræður hvað er hægt að nota þetta í rauninni. Við erum búin að tala um þess að fiskikassa til dæmis, það er svona eitt. Sko ég segi að vegna þess að hvað hún er hraðvaxta þessi planta. Bara leið og ég sá myndirna frá skriðuföllunum á Seyðisfirði. Já, einmitt. Bara alveg leið, ok. Fíblar, nei. Cannabis, hampur. Binda efsta lag jarðvegsins 50-70 cm af efsta lagi jarðvegsins með fíblum og hampi. Fífillin getur sendt niður, þið vissið þetta ekki, 2,5 meter rót. Sá það á Facebooku daginn, ég fekk sjokk. Aðeins lengur en ég 2,5 meter. Ég veit. Svo maður eitthvað að kroppa svona milli hellnanna. Bara, nú er hann farinn. Bara glætan, hann er ekki farinn neitt. Galli, sko, ef að maður er að eyða fíblum, þá getur maður reyndar drepi rútuna með því að setja bara á að sjóðandi vatn. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég get farið út með hraðsögu ketil bara. Þú bara, sko, þú skerðu ofan af og svo hellur bara, sko, alveg bull sjóðandi vatni eða ert með brennara. Það þarf ekki með. Já, ég sé að gera það. Já. En ég þarf að skera fyrst. Já. Ok. En svo er annað, sjáðu, fífillin er bara tvíær, þannig að ef hann nær aldrei að blómstra, þá dæri hann eftir seinna árið, sko, eftir seinna sömurið. Hvað kona mig verður glöð að heyra þetta. Já, bara slá nógu djöfull oft, að þá ætti maður að svona smá saman að... Ég minnst ekki að ég hafa einhver asinu, en ég er að hugsa um hann hérna í bílastæðinu, hellurnar og svona. En það sem að gerist er það er ekki nema bara þú sem að ert að uppræta fíblana, þeir koma á næstu görðum og öllu borgarlandinu og þeir geta borist langt með vindi. Hampfræin, þau berast ekki nema bara eitthvað meter eða 2 eða eitthvað. Þau detta bara það sem eru. Ég er að segja það. Þannig að hampurinn hann hefur ekki verið að duglega við að breiða svona eitthvað mikið úr sér. Nei, og þess vegna er svo skrítið að kalla þetta illgresi. Já, einmitt. Í því vegna þess að hann fer ekkert eins og logi yfir akkur. Nei. 60 cm best frjódufti á móti vindi, 6 metra undan vindi. Já. Því þetta er engin smá, þetta er alveg bara kúla, sko. Já. Það er engin þyrluspaðar eða neitt. Ekkert svífur ekkert, það fær enga hjálp. Nei. Og reiða sig ekki á flugur og reiða sig bara á vindin. En hins vegar eru býflugur sólgnar í hamp. Ok. Og mér er sagt það að
ég veit náttúrulega ekki hvort að þetta er rétt að hunangið sem að býflugur sem að sækja mikið hammbakara erlendis að það sé betra heldur en venjulegt hunang. En hunang er reynda mjög skemmtilegt pródúkt sko vegna þess að það er svo bakteríudreipandi. En það fá ekki býflugur krabbamein. Nei, það vissi ég ekki. Það vissi ég ekki heldur. Býflugur og hákallar, það hefur aldrei fundist krabbamein í þessum tegundum. Okay. Áhugavert. Af hverju fær hákall ekki krabbamein? Kannski af því hann er elsta sjáardýrið. Já, hann er ekki alltaf að kæla. Hann er alltaf að kæla, já. Leika pípu. Hann getur ekki, sko, hann verður að halda áfram alveg stöðugt, annars drukknar hann. Já, það meinar. Þess eina ráðið fyrir þá að sofa er að komast einhvers staðar þar sem er straumur. Já, og berast með. Og þar sem þeir geta þá verið bara á móti straumi með trjónuna og látið sjóin flæða gegnum sig. Því að þeir hafa ekkert í sko lungunum eða kvörnunum eða hvað þetta heitir. Ekkert sem að hreyfir þau. Þeir láta bara sjóinu það. Þeir eru frumstæðir. Já, heldur betur. En hvað getur við verið að horfa á? Í sambandi við hamp hér. Já, þú veist, ég minna... Við getum verið að horfa á alveg gífurlega tekja aukningu bænda sem fara út í það að rækta þetta. Og við getum hort fram á það ef við færum að nota gróðurhús sem að standa mörg kannski ónótuð eða versmiðjuhús eða annað. Og fara að rækta lyfjahampar til útflutnings þá ef fyrst að má ekki nota hann hér. Já, einmitt. Og það er ekkert lítið sem að væri hægt að það er fyrir 100 kíl fyrir tonnið, það er 3,5 miljardar. Já, miðað við 3.500 grammið. Já. Einmitt. Sem er þá götuverð og þú getur alveg selt það með skatti og vaski, þá áttu nokkuð sangjarn. Yes. Já, ok. En hvað með þetta er alveg gífurlega tekja. Já, en eins og staðan er núna í dag, þú veist, því að það eru margir sem hringi í mig og margir vilja rækta og ég er með hektara þarna og hektara þarna og þú veist, okkur getur við ekki bara eins og Logi kom inn á, hann sagði sko, ef alltaf að kolefnisjafna Ísland bara eins og við erum í dag, þá þurftir að hektara per Íslending. Það er svo mikið. Já, þannig að þú þurftir að, og það er bara ein ræktun sko, það er bara 3,5-4 mánuðir. Þú þarft ekki meira sko, þá ertu bara búin að kolefnisjafna Íslendingin sko. Allt árið. Því að þú þarft eitthvað 300.000 hektara á, þú búin að kolefnisjafna bara ein ræktun og þá situr uppi með allt hráefni sko. Og það er það sem fullt af stönglum. Já, fullt af stönglum og blöð og blóm og allt í gangi sko, og pluss bara vinnuna en það er að segja, núna vantar okkur svolítið sko, okkur vantar sko, það er ekkert mál að rækta stút mikið að hampi, hvað ætlar að gera við hann sko? Það er að selja hann til útlanda. Já, það var eitthvað sendt út í fyrra. Ég frétti það daginn, ég held að það hafi verið Tóta sem sagði mér það, hún hafi selt eitthvað pínlítið til útlanda, einhver kíló sko. Já, einmitt. Á stönglum. Já, einmitt. En það er, sko, 2019 þá voru franski bændur að fá 85.000 kall fyrir tonnið af stönglum. Og það ég er ekki að tala um þurrkaða stöngla. Nei, þú ert bara að tala um óunna stöngla. Hvað er eitt svona drastlþungt, eitt svona tré, stöngul? Það er mísamt, það er, ef þú ert með svona 3-4 metra gaur, ef hann er allt svo blautur, hann er alltaf 100-200 gram. Já, allavega það. Já. Allavega það. Það heldur mikið fyrir. En sko, það sem var... Það kostar 400.000 kall að gera hektara kláran og sá í hann fræjum fyrir hamp, svona það bil. Okay. Þú getur fengið bara af hverjum hektara, þú getur fengið sko stöngla fyrir 90.000 kall og toppa sem CBD eða kílóverðið á því er held ég 110.000 kall. Sér það bara í krónunni. Já. En varðandi steipuna sem ég er að lenda í vandræðum núna, ég er að fara að steipa pítsuofn úr hampi og ég veit að ég nota trénið og ég veit hversu smátt ég þarf að klippa það. Ég þarf að nota vatn, ég með nóg því, en svo vantar mig þriðja. Kalk. Já, ég endaði upp í Bíum Valláfi sem ég kaupi eitthvað sem heitir Superkalkó, sem er einmitt kalk, eitthvað svona limestone-dót. Já. Og það virkar? Það virkar, þetta er mjög lengi að þorna.
brjálaðslega lengi sko. Það er sterkara verður það. Já, og Hvað þannig að lengi? það er bara, ég er bara að hlaða á þetta hægt og rólega utan pílatisbolta, þannig að Já. ég stefna að klára það í næstu viku, svo ætlum ég bara að leifa svo þotna bara í allt sumar. Við erum náttúrulega flýtt þurrkun með því að kynda upp í því. Já, maður getur gert það. Það er sem við ætlum að gera svo í lok sumars, þá ætlum við að kynda hægt og rólega upp í því, en það sem að ég rek mig á þegar ég er eitthvað að fara að finna upp hjólið, sko, að það fáir vita hvað ég er að fara að nota, hvað ég á að nota, einhverju segja kalk og limestone og eitthvað, en þessar vörur eru bara svona illfáanlegar, því að ef ég fyrir að googla þetta drasl erlendis, þá er til bara sérstakur hempkrít bændir bara, Já, það er bara til, já. þetta er náttúrulega ekki til hérna á Íslandi. Nei, svo er spurning, sko, hvað getum við nota vikurinn með þessu? Við hefum nóg á honum. Já, það er þetta að nota það með. Ég myndi vilja gera tilraun með að blanda saman vikri og kurli Já, og einhverju bindiefni með, til dæmis, kalki eða sementi. Nei, ekki Já, sementi. ekki semmi, við viljum einmitt losna við það. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr því. Hann Pálmi fyrir austan, hann fór bara til á og hann náði bara í leir, sko. Því leirin er náttúrulega harðar, sko. Já. Þjappar hann nóg. Já, En leirin er dýr. já, einmitt. Reyndar voru þeir með einhverja, þóttist vera búin að finna leir einhvers staðar í Dölunum fyrir nokkrum árum síðan. Já. Svona kannski 15-20 árum. Já. Ég vissi að Kokka var að gera tilraunir með að sko renna úr honum. Já, Hann dugði ekki í það, en hann geti dugað í þetta. já, einmitt. Já, ég er að vonast til þess að menn fari að gera meiri tilraunir varðandi steipuna, sko. Já, það er mjög spennandi. Já, það er nefnilega ótrúlega spennandi, sko. Það er búin að tala svo lengi um þetta. Hvað er ekki ár síðan við tölum við hann? Eitthvað, Hvað heitir hann? Loga. Loga? já, það er lítið gest, sko. Logi Einsteins. Já, einmitt. Ég er bara ekki hún, bara Hann er í almennt, stjórn skilur. Hafnfélagsins. Ha? Hann er í stjórn Hafnfélagsins. Já, það eru allir í stjórninni held ég búin að koma þetta held ég nema einn. Er þetta búin að koma? Já, búin að koma. En það eru stjórnin til dæmis ekki að taka sig til og vera sem sagt í forsvari fyrir æfingar með þetta, sko. Jú, mér finnst það. Mér finnst það. Kynna og leiðir að ég sá mjög áhugavert að vera auðlýsin á Facebook daginn. Það var auðlýsett í sjálfbóðlegum til að fara til Litáin að byggja hús úr hampi. Sástu það? Nei, ég sá það ekki. En alltaf að það bara er eitthvað mega spennandi, lærðu að vinna hamp, Já. skilur. Ég Þeir eru sá búið það- að, sá það líka. þú getur komið og fengið kakó og eitthvað og búið Já, hamphús, en það er ekkert skilur. Nei, en sko, því það sem nú stóð ég þarna í einhverju stöðu núna daginn með sko skólaverkefni, massið mikið að treni og ég hefði í rauninni sem í rauninni sko meðlumur í hamfélaginu, ég hefði vilja geta hringt í Algjörlega. hamfélagið og ekki bara fengið sko ráðleggingar sko bara hvað ég gæti mögulega notað, heldur ég hefði vilja fá að vita hvaða pródúkt á Íslandi ég ætti að ná í, sko. Þannig að þessar upplýsingar eiga að leggja á hreinu, þannig að þessu viljum við beina til hamfélagsins. Nei, algjörlega, þetta er svo flott. Já, sko, Tóta og Siggi töluðu bæði um það þegar ég talaði við þau að þau vildu gjarnan koma á fót svona ráðgjafastofu fyrir ræktendur Einmitt. og þá framleiðendur Já. og annarkvæmt Siggi að Tóta stakk upp á því að þetta er inn á ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins eða eitthvað svoleiðis, sko. Þú sér það, við erum líka með trefjarnar. Já, Veistu, við kunnum ekki að, sko, við veitum ekki hvernig við höfum að hýða þetta almennilega að og í fullum lengdum og við kunnum ekki að vinna trefjarnar heldur, sko. nei. Því að þú sérði þetta, þú YouTuber þetta drast, sko, þá er þetta ekkert rosalega flóki, sko. En við þurfum að fá eitthvað fyrirmyndir að Við þessu. þurfum að fá bara þekkingu, kunnáttu og hún þarf að byggjast upp hægt og rólega, gaggreind og prófuð. Já. En núna var þessi þekking eins og með trefjarnar og bara með hampiðuna, þessi þekking var til staðar hérna á Íslandi. Menn voru að gera reipi og veiðarfæri og annað úr hampi hér á Íslandi, ekki? Já, þá fengum við bara ráhamp þá og búið að vinna trefjarnar fyrir þá. Já, þau fengu þetta bara innflutt, þá bara í keflum. Bara ballar sem komu af trefjum. Já, ok, en þeir hafa ekki verið að vinna ráefnið. Nei. Það hefur ekkert verið ræktað, það var eitthvað, hefur sjálfst einhvern tíma verið prófað að rækta hérna annarkvort í Viði eða Guð má vita hvar og ekki gengið og þá hefur þið verið hætt eins og gerast með skógræktina þegar þeir settu niður trén hérna upp á við Rauðavatn og það óks ekkert fyrstu árin.
því ekkert að reyna að skóra þetta á Íslandi, ekki með bartri, nei. Nei, En þetta bara er þegar maður búin að heyra síðan maður sem var að svona, tekur sér svona 7 ár bara að koma sér fyrir áður en að fyrir að vaksa sko. Já, en núna erum við farin að framlega nytja við úr íslenskum skóum. Nákvæmlega. Mitt. Þegar ég var í sveit, bara krakki, þegar ég fekk, sko, var kennt plöntur og vakin áhugi minn á plöntum yfirleitt, þannig kem ég inn í þetta, sjáðu, að þá var minn æðsti draumur að losna við helvítis beljurnar og rollurnar, rækta bara skó. Þá var ég hvað? 9 ára, 10 ára, hvað svolítið, fyrir 60 árum síðan. Þú getur ræktað hampskó, það er geta hampið bara. Já. Það hljóta mig að það er löglegt. En þá? Herru, svona í lokin, framtíðarsýn og lokaorð, framtíðarsýn hampsins og afurða hans á Íslandi. Afglæpavæða bara og fara að framleiða lyfjahamp og gera út á túrista. Það er mjög lítið vegna þess að ég kynnti með málið, þá kemur það í ljós, sko hollendingar gera út á kannabistúrisma. Þeir eru reyndar ekkert mjög hressi með það, helvítis útlendingar sem koma hérna bara til þess að reykja stuð og veist. En þeir gera út á þetta og þeir skilja eftir mikla peninga í hagkerfinu. Sama er að gerast í Bandaríkjunum og víðar. Já, Tæland, þeir sko sjá fram á alveg ótrúlega aukningu í kannabisferðamennsku. Þeir eru búin að löglega. Akkur skildum við ekki gera það sama? Sjá, hvað eru Þjóðverjar og Ítalir og Frakkar og Spánverjar að gera? Við ætlum að selja ykkur góð vín. Akkur seljum við ekki gott kannabis hérna? Það er miklu minna vesen að fyllibitt af kannabis reykjurum heldur en nokkuð tíma sko fyllibittunum. Þú ert ekki stungin í bakið með sko með brýndu skrújárni hérna niður í bæ af Stoner. Nei. Það Komdu er á alltaf pizzu hægur. með mér. Fáum okkur pizzu. Herru, já, geggjað. Þú vilt fara yfir þetta líka. Þannig að það er ekki bara iðnarhampurinn, heldur lyfjahampurinn. Þú sér þetta fyrir þér. Sko, ég myndi alveg sko gjörsamlega hætta að tuða yfir kvótanum og sjávarútveginum og lega bara samir að hyrða það. Þess vegna, ef það væri hægt að fá sömu tekjur af því að selja kannabis í túrista hérna. Alveg pottið tætt sko. Já, Það hljómar ekki svo illa. Nei, það hljómar ekki svo illa. Ég set fram í þessari bók svona 3 sviðsmyndir bara á 3 síðum þarna aftast í síðasta kaflanum. Þar sem maður bara, hvað getur þetta gefið? Herru, svona í lokin, getur fólk nálgast þessa bókakstar? Já, í háskólaprenti, hún er framleidd þar og Er hann í bæ, í Hjarðarhaga eða hvað það er? já, hornin á Suðurgötu og Fálkagötu. Alveg. Og er þetta nálgast bókina þar og kaupa hana? Já, það er þetta að kaupa hana. Hann er með nokkrar á lager og þegar minkar á lagernum að þá er hægt Þetta að er drullu áverð. Þetta er þvílíku doðrandur. Nei, Heyrðu. þetta er nú ekki doðrandur. En næsta lögvíman verður doðrandur. Svo ramt. Ég bara lesmálið, bara kaffið er yfir 40 síður. Oh my god. Og það er eitthvað svipað sko þar sem ég er komið með grind af áfenginu. Og þá á ég eftir áfengi tóbak. Þetta er rosa. John Ehrlichman og Richard Nixon. Aðalmenninir. Þetta eru aðalmenninir. Just say Main no. man, sko. Just say no. Oh my Heyrðu, lord, sko. Já. ég ætla að lesa hérna smá texta frá hérna spónsorum. Svo ætlum við að lesa þetta út með gjöfum. Heyrðu, Yes. Kombucha hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna en í þarmaflórunni hefst taugakerfið. Það má einnig segja að í þarmakerfinu liggi ónæmiskerfið, þannig að ef það er jafnvægi í þörmunum og þessari flóru þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Og svona auki þá hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Við segjum þetta hérna og höldum þessu fram að fenginni reynslu. Herðu, og svo er það gott CBD. Er þetta sem sagt svipað eins og hvað heitir þetta sem að MS er LGG? Já, þetta er Þetta er LGG fyrir hipsterana. það er hérna dýraafur sko. Þetta Já, er svo er það. Þetta er ekki Þetta er ekki dýraafur. Þetta er bara
Nei, þetta er ekki dýra, nei. Þetta er fully vegan. Ég þekki ekki alveg deila þessu. Við þurfum að fá hana bara í viðtal, hana Áhverju ekki? kombucha drottninguna. Og svo Ara Edvald með MS með LGG Já, ég fíla það. Það verður hérna Herru, gott CBD. Sko, við erum hérna aftur. Mér langar að fara aðeins inn í þetta hérna. Þetta er sem sagt farmahemp Já, og mér langar að fara hérna, sko, þetta er 30%. Þetta, ég kemst ekki yfir þetta stöf hérna. Þetta er paste. Þetta er nú svo bara hassolja, sko, en er náttúrulega ekki hassolja. Ég hef búin skilningi, en þetta er, þetta ekki fyrir svefnin jú, þetta er 30%. Við fengið hérna, Þorsteinn. Þú skrúar upp bara svona lítið hrísgrón, tekur á tunguna. Sko Þetta þetta er- er alveg geggjað Þetta er sterkt, þetta er fyrir lengra konuna. Getið þá ekki vaka fram eftir að horfa á Netflix í kvöld? Nei, þú verður að skrúa upp fyrst. Þú skrúar hérna, já. Það var þó nokkuð hérna utan á. Jó, já, ok. Ég ætla að gefa þér smá olíu líka. Þetta er bara geggjastöf. Og það sem ég er með hérna líka, Skemmtilegt bragðið þessu. Já, 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 Sérstætt og og hér líka erum við með nýja, semst, þetta er olía sem við höfum kynnt hérna 2003 hérna í þvottáhúsinu. Þetta er semst farma hemp olía. Semst burðarolían er hemp seed oil. Ekki ólífolía eins og hún er vanalega í öðrum, altså farma hemp oljum. Já. Og sem gerir það, 40% af hverju fræi er olía. já, er mitt. En það sem gerist við þetta, það bætist við í rauninni sko omega 9. Þannig að í þessari olíu hérna, þetta er 5% CBD olía, þá áttu komið með 3, 6 og 9 omega. Já, já. Og þannig að ég var að smakka þetta henni líka, hérna, vippaði sig yfir á hann. Og þessar omega sýrur eru í réttum hlutullum við hvort við annað, þannig að líkaminn er að observa þetta mjög skilvirkt. Annars er þetta hefðbundna farmahemp oljan sem samanstendur á olíuburðarolíu, það er semst omega 3 og 6. Alright, herru, svo er það Þetta er afsláttakóði. ekki eins gott á bragði. Nei, Ég fíla, mér finnst þinn miklu betri Lego-oljan já, mér finnst þessi ekki. Er það? Fá smá. Ég ætla að prófa Já, gott. Já, Nei, tjók Svo hérna erum við með, já, það er afsláttakóði, það er þvottahúsið með litlum stöfum sem gefur 15% afslátt bæði upp í búð í Urriðahólsstræti og eða í hérna vefverslun. Svo er þetta að fara áskriftarleið, þá ertu bundin í 3 mánuði, það gefur 20% afslátt, það er heimsending á vörum. Þetta er allt á heimasíðunni, það er þetta fræðast þetta þar. Svo er Hemp Living, eða gott CBD að opna flaggskipið, 200 fermetra búð upp í Urriðahólsstræti, stút full af hampurum og mikið svona Hemp Living, altså svona home deco Já, það verður hana líka drasl, já, þau ætla að fara inn í það líka sko. Þannig að Ég við var erum með að fara daginn og það bara, var fullt út úr dyrum við erum að fara, já, ég veit það, Bara fullt, það var bara, þetta voru það strætóferðir er brjála að gera. Já, aha. Bara brjála að gera, sko, alls konar, mikið ungu fólki, aðalega ungu Gott fólk CBD eftir að þetta verður með ókvæmst rútuferðir bara, hann upp yfir. Það leikur við, sko Herru, ég ætla að minna fólk á að subscribe YouTube og öðrum streymisveitum og við ætlum að leysa hérna Þorsteinn út með gjöfum. Ú, já, Þetta eru kork glasamóttur. Gjör svo vel. gjörðu svo Og við erum líka mjög hrifnir af korkinum. Korkurinn er geðefni. Miklar ekki, Nei. eins og þú veist, kannski. Svo erum við með hérna 100 mg CBD, þetta er Hemp Balm, full spektrum, svona alhliða krem sem að gagnast ef þú ert í villigarðinum og stungin af einhverju míi eða kongoló eða eitthvað, eða brenninellu, þá er þetta tilvalið til þess að bera á svona eitthvað kláða eða hayfever eða eitthvað ofnæmi eða útbrot eða eitthvað. Ég fekk einhver tíma, núna daginn fekk ég bara allt í einu á smá bletti hérna aftan á öxlinu á mér. Bara ofsalega kláð, smá stund Já. og svo bara var það búið. Þá er þetta verið gott Þetta verið gott sko. Já, Herðu, þetta Þorsteinn Úlfar Björnsson, það Yes, var sir. alveg himnesta að fá þinn í kvöld mikið og hefur við sjáumst aftur eftir 6 vikur eða svo og þá förum við í annan þema sem ég ætla ekki að uppljóstra að svo stöddu. Ok. Gaman að fá þig. Er það sem sagt vímefni almennt? Nei, ég ætla ekki að vera yfirheyra þig. Segi ekki meira, segi no more. Ok, Takk. takk fyrir að hafa mig, að fá mig. Yndislegt Frá náttúrunni
til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.